Hjól atvinnulífsins snúast hraðar þessar vikurnar á Fáskrúðsfirði þökk sé fyrstu loðnuvertíðinni. Loðnuvinnslan er langstærsta fyrirtækið á staðnum og jafnframt í hópi öflugustu sjávarútvegsfyrirtækja landsins. Eignarhaldið er nokkuð frábrugðið flestum öðrum sjávarútvegsfyrirtækjum. Kaupfélag Fáskrúðsfjarðar á rúmlega 80% hlutafjár, félagsmenn eru 340 en íbúar Fáskrúðsfjarðar eru rúmlega 700. Við kynnum okkur rekstur loðnuvinnslunnar í landsbyggðum. Það er líf og fjör á bryggjunni á Fáskrúðsfirði. Vélar bolfiskvinnslunnar snúast og sömu sögu er að segja vélar í uppsjávarvinnslunni. Og fiskimjölsverksmiðjan er í gangi, svo og aðrar deildir fyrirtækisins. Við byrjum á því að ræða við framkvæmdastjóra loðnuvinnslunnar sem hefur í mörg horn að líta þessar vikurnar. Við erum með fiskimjölsverksmiðju, við erum með frystihús, hefðbundið bolfiskfrystihús, við erum með síldarsöltun, við frystum makríl, við frystum loðnu og loðnuhrogn og fleira. Velta fyrirtækisins og starfsmannafjöldi? Við erum með að meðaltali vel 150 manns í vinnu og veltan, nettóvelta sem við köllum var 10,5 milljarður í fyrra. Og hún hefur vaxið verulega undanfarin ár. En hvað með skipaflotan og svo veiðiheimildir? Jú, það er það sama. Við höfum verið að endurnýja. Ef við byrjum á Ljósafelli sem er togarinn okkar, hann er reynda 48 ára en tvíendurbyggður. Og síðan Hoffell sem við keyptum fyrir 6 árum og er mjög fínt skip. Síðan 2016 þá keyptum við línubát sem heitir Sandfell og síðan fyrir 2 árum eigum við hlut í öðrum línubát sem heitir Hafrafell. Þannig að við erum að gera út 4 skip, beint og óbeint. Veiðiheimildirnar sem að þið hafið yfir að ráða, er þið vel sett? Já, við viljum nú alltaf vera stærri og bæta okkur en við höfum við bolfisk veiðiheimildir við höfum raunverulega aukið þær 150% á síðustu 7 árum og höfum markvisst aukið þar til þess að mæta hugsanlega skammtímasveiflum í uppsjávarfiski. Þá er það hér, þetta er þannig hér að eins og í fyrra og hittifyrra það engin loðna var. Það dettur aldrei úr dagur hér í vinnslu. Það er alltaf bolfiskvinnsla. Er þá, aukningin, er hún sem sagt þá í línuútgerðinni núna á síðustu árum? Já, við erum að fá á þessum 2 línubátum 4.500 tonn óaðgert og það er náttúrulega veruleg breyting hjá okkur. Eins og fyrr segir er loðnuvinnslan að langstærstum hluta í eigu kaupfélags Fáskrúðsfirðinga sem á 83% hlutafjár. Fyrirtækið telst því vera dótturfyrirtæki kaupfélagsins. Loðnuvinnslan er því svo að segja hreinræktað samvinnufyrirtæki. Arðurinn rennur til félagsmanna og samfélagsins. Það fer ekki króna út fyrir félagsvæðið, segir stjórnarformaður kaupfélagsins. Loðnuvinnslan er í raun og veru þannig til komin að við færðum allar rekstur fyrirtækisins, það er að segja kaupfélagsins, yfir í HF-form og þar með kom loðnuvinnslan. En hefur komið til greina að því að færa samvinnureksturinn sjálfan yfir í hlutafélagaform? Nei, alls ekki. Við ákváðum þá á sínum tíma að hafa kaupfélagið sem rekstrarfélag fyrir þessa hluti sem við erum að vinna með og gerum það vegna þess að við teljum að við getum þannig styrkt samfélagið okkar miklu betur heldur en ella því að með þessu móti verður allur peningur eftir hér í firðinum og hér í okkar starfsumhverfi. Loðnuvinnslan er mjög fjárhagslega sterkt fyrirtæki sem að segir manni þá að kaupfélagið er mjög öflugt líka fjárhagslega. Já, ég held að við getum alveg sagt það. Þetta eru bæði 2 mjög öflug fyrirtæki og eiginfjárstaðan hjá okkur, við erum 99% kaupfélagið og 55% hjá loðnuvinnslunni. Þannig að það segir svolítið sína sögu.
En þegar að rekstur loðnuvinnslunar gengur vel, þá greiddur út nokkuð myndarlegur arður væntanlega sem að þið fáið? Já, það akkúrat þannig sem þetta virkar. Og við sem sagt deilum þeim arði þá kaupfélagsmegin, fyrst og fremst til félagsmanna og síðan út í samfélagið í formi styrkja til ýmissa verkefna. En hvernig virkar það sem sagt að eigendur kaupfélagsins, sjóðfélagar, þeir sem eru í kaupfélaginu, eru þeir þá að fá greiddan arð eða eykst þeirra inneign? Já, við höfum þetta þannig að þetta er kallaður stofnsjóður og inn á hann leggjum við per mann ákveðna tölu á ári sem að við ákveðum hverju sinni eftir því hvernig arðurinn á loðnuvinnslunni kemur til okkar og það skapast á sjóður per hvern mann. Við greiðum þetta ekki út sem ávísun. En rekstur loðnuvinnslunnar kannski á margan hátt svolítið sérstakur miðað við íslenskar aðstæður að hann í raun og veru í eigu heimamanna, getum við sagt þá? Já, sko, eignarhaldið alfarið, eða þessi 83% sem sagt, eru alfarið eign heimamanna. Þessara 340 manna sem í kaupfélaginu eru. Og hvaða máli skiptir það? Öllu máli fyrir okkur. Og ef þú hefur svona, það sem þú hefur séð hérna hjá okkur, varðandi styrki og annað sem við erum að gera, setja hérna út í samfélagið, þetta verður náttúrulega ekki svona nema að vera með samvinnufélagið. Þá þetta bara allt öðruvísi. Og þetta náttúrulega hefur gríðarleg áhrif bæði á sko, íþróttafélag, við styðjum franska daga sem þið þekkir nú kannski mjög myndarlega og eru staðstir í því og höldum sem sagt heilsugæslu, dvalarheimili, nefndu það bara, björgunarsveitin og bara allt sem við getum styrkt og teljum að það sé rétt að styrkja. Þannig að arðurinn hann fer aftur tilbaka sem sagt og beint þá inn í samfélagi til þess að styrkja það og efla? Já, þannig þetta hugsað. Það fer ekki króna út fyrir félagsvæðið hjá okkur. Hvað heyrið þið svona á almennum félagsmönnum sátt þessa leið? Já, ég held að sé mjög mikil sátt í samfélaginu þessa leið og ég held að sko, það sé enginn sem hefur það í huga að fara að splitta þessu eða breyta þessu. Ég hef allavega ekki heyrt það. En rekstur sjávarútvegs fyrirtækja áhættu sækinn á ýmsan hátt, það gengur á ýmsu svona yfir lengri tímabil litið? Já, og við höfum auðvitað lent í áföllum og mikið gengið á, brotsjóir hér og þar. En hér erum við og ætlum að halda áfram og horfum bara fram á við. Það þýðir ekki að vera alltaf að horfa í afturgluggann. Nú horfum við bara fram á við og ætlum bara að stækka. Hvað það þá svona helst sem að þú sérð fyrir þér? Já, það náttúrulega bara að við erum að byggja okkur upp hérna í sjávarútveginum, bæði með frystihúsið, bolfiskinn og eins með uppsjávarfiskinn. Og framtíðin mun örugglega gera það, við munum halda áfram þar og kaupa okkur þá, gera okkur sterkari í kvóta, því það auðvitað það sem þetta snýst allt það kvótinn. Það stendur yfir núna loðnuvertíð, hún stendur sem hæst, þá nú aldeilis stemning á Fáskrúðsfirði. Já, þá við gaman, þá unnið hér dag og nótt eins og hefur verið undanfarið og hérna, þó þetta sé ekki mikið magn sem við fáum núna, þá breytir þetta gríðarlega miklu í rekstri þessa fyrirtækis og báturinn okkar Háfellið að fara á loðnu núna og þá verður væntanlega tekið hrófn og unnið alla daga. Hvernig stemningin í bænum? Hún rosalega góð. Hún bara mjög góð og verður það áfram, fullyrði ég. En þetta snýst miklar tekjur og það mikil vinna? Já, á þessum tíma, á þessum vertíðatíma, þá eru þetta gríðarlega tekjur sem koma hér inn og ef menn eru duglegir þá geta menn unnið sinni mikla tekjur. Það bara svoleiðis. En þú sérð svona ekki fram á að það verði mikil breyting á eignarhaldinu að loðnuvinnslan og atvinnulífið, að þar verði þetta samvinnurekstur? Já, ég held að sko, allavega við sem erum núna hérna við stjórnina, við erum alveg sammála að halda þessu í þessu formi og hérna, það enga breytingar að vænta hjá okkur, allavega ekki á næstunni, en maður á aldrei að fullyrða hvað gerist í framtíðinni. Það bara þannig. Þannig að kvótinn, hann ekki að fara héðan, heyrist mér á þér? Nei, sá kvóti sem við höfum í dag, hann ekkert að fara.
En þú veist hvernig þetta með lífið, ef að koma áföll, þá þetta náttúrulega verðmætt í dag. Segir stjórnarformaður Kaupfélags Fáskrúðsfirðinga. Nei, það stendur ekki til að selja kvótann. En höldum aftur á fund framkvæmdastjórans sem segir að fyrirtækið sé vel búið tækja og tæknilega séð. Við höfum markvisst verið að tæknivæða okkur og við höfum sagt það að í bolfiskvinnslunni að ef menn tæknivæða sig ekki þá eru menn úr leik, því að þetta ótrúlega eiginlega einfalt að við erum í dag að taka helmingi meira magn í tonnum í gegnum vinnsluna með nákvæmlega sama fólki. Það er að segja, tæknibreytingin hefur fært okkur upp 100% í afköstum. Og það sjá það auðvitað allir að það eina sem gildir. Það hafa orðið mikla breytingar, tæknilega breytingar á undanförnum árum og ef til vill eru enn meiri breytingar í farvatninu. Já, og það sem svo ánægjulegt við þetta að þetta svo mikið íslenskt hugvit. Fyrirtækin á Íslandi hafa stutt mjög vel við þessi fyrirtæki, eins og Völku og Marel og fleiri 3X stál og úr því hefur komið mjög mikil og góð afurð sem eftir tekið víða erlendis, hvað við erum framalega í tæknibúnaði. En störfin þá líka, þau breytast jafnframt? Já, þau verða meira eftirlitsstörf og tæknistörf, en við erum ekki laus úr því að snyrta fiskinn eins og það gert áður, en við þurfum ekki vélarnar að skera niður í bita, þykkt og lengd og breidd eins og kaupandi vill. Það breytingin. Að það svo auðvelt að uppfylla þarfir kaupandans. En til þess að uppfylla þarfir kaupandans, afurðirnar eru seldar á alþjóðlegum mörkuðum og þar væntanlega bullandi samkeppni? Já, mjög mikil samkeppni. Og það er svona, við finnum mest kannski fyrir Noregi þar, en það mikil samkeppni og þar gildir bara að vera með vöruna eins og kaupandi vill og það vegur mest og síðan erum við náttúrulega með mjög mikinn ferskleika. Við getum sagt Ljósafelli, okkar togari, hann kemur yfirleitt orðið tvisvar inn í viku og síðan eru línubátarnir með fisk daglega. Þannig þetta mikil breyting frá þessum áður var. Þegar togarar voru að koma hér til Íslands fyrst upp úr 70, þá voru menn í hálfsmánaðatúrum. Og svo voru þeir komnir í 10 daga og svo niður í 7 daga. Þannig að koma tvisvar inn í viku og vera með línufisk daglega, það auðvitað alveg bylting í ferskleika. Þannig að það dugar ekki á alþjóðlegum mörkuðum að segja að íslensku fiskur sé bestur í heimi? Ég held að við höfum bara sannað það og við höfum sannað það og það sem ég held, ef maður fer yfir í heildina, þessi íslensku sjávarútvegur, hann með ótrúlega aðlögunarhæfni, myndi ég segja. Hann aðlagast nýjum ógnunum og breyttum aðstæðum alltaf. Og við getum tekið sem dæmi að 2015 lokaðist Rússland. Loðnuvinnslan var með 15% af sinni veltun á Rússland. Og að vísu erum við ekkert búin að finna almennilega markaði í staðinn fyrir frysta kallónu, en það síbreytilegur heimur sem að þessi fyrirtæki á Íslandi þurfa aðlaga sig að. Til þess að allt þetta gangi nú upp, þá þurfa ýmsir innviðir í þjóðfélaginu að vera til staðar, eins og til dæmis samgöngur. Já. Og ég held að við erum nokkuð vel sett. Ég vil náttúrulega hrósa Norrænu sérstaklega. Það að segja siglingarnar frá Seyðisfirði, þær eru vikulega og þær eru þannig að það einn aukadagur í rútinu sem þýðir það að það fellur afar sjaldan og eiginlega aldrei niður ferð hjá þeim. Síðan Mykines frá Þorlákshöfn og síðan Eimskip og Samskip þarna fyrir utan.
Þannig að ég held að megi segja það að þetta í nokkuð standi. En til þess að ég halda viðskipta samböndum við erlenda kaupendur, hversu miklu máli skiptir það að afhenda vöruna alltaf á tilsettum tíma eða geta afhent vöruna á tilsettum tíma? Það náttúrulega mjög mikilvægt og það er þessi áreiðanleiki. En auðvitað það þannig að það eru veður sem geta haft áhrif en það er mjög mikilvægt fyrir okkur að vera með vöru í hverju einustu viku og oft á viku á leiðin út. Loðnuvinnslan hefur verið að byggja sig upp með ýmsum hætti á undanförnum árum eins og þú hefur lýst. Þegar þið eruð að taka ákvarðanir og svona spá fram í tíman, fyrirtækið er mjög vel fjárhagslega statt. Það hlýtur að skipta miklu máli. Já. Við höfum í sjálfu sér bara verið með markvissa stefnu í því hvert við erum að sækja. Við vissum að við þyrftum að stækka, við vissum að við þyrftum að auka við okkur aflaheimildir, við vissum að við þyrftum að tæknivæðast, við vissum að við þyrftum að byggja stóran frystiklefa til að geta verið rólegur með vörurnar, þurfum ekki að selja á einhverju stressi og svo framvegis. Og allt þetta höfum við gert og við vissum að við þyrftum að endurnýja uppsjávarskipið okkar og þetta hefur svo sem allt tekist. Afkoman undanfarin ár hefur verið góð. Við erum með fjármunamyndun eða raunverulegt cashflow sem við búum til upp á 11,8 milljarða á síðustu 7 árum og síðan er hagnaðurinn 8,4 milljarðar á undanförnum 7 árum. Þannig að meðaltali hefur gengið mjög vel og við höfum nýtt þessa fjármuni til að byggja okkur upp. Það er ekki mikil arðskrafa á okkur vegna þess hvernig fyrirtækið er byggt upp, þar sé heimamenn og þar með kaupfélagið á 83% í félaginu og þannig að þegar okkur gengur vel náum við til að byggja tiltölulega hratt upp. Já, það skiptir miklu máli að fjárhagsstaðan sé traust og góð, segir framkvæmdastjórinn. Stjórnarformaður Loðnuvinnslunnar segir stöðugt skimað eftir nýjungum, svo sem tæknivæðingu. En hvað í pípunum varðandi frekari uppbyggingu á næstu árum? Við höfum náttúrulega verið í bolfiskunum að byggja okkur verulega upp nú síðustu árin og fjárfesta gríðarlega í kvótum og líka í bátum til þess að tryggja hráefnisöflun hjá okkur og við höfum náttúrulega aðeins verið að horfa líka til framtíðar náttúrulega eins og við þurfum að gera alltaf og erum með það í sífelldri endurskoðun, bæði með hráefnisöflun og kvóta eins og ég tekið fram. Svo er uppsjávarvinnsla líka hjá okkur, við náttúrulega horfum aðeins til framtíðar þar, erum að horfa til þess að geta jafnvel byggt upp með nýjum húsakosti og tækjum þegar aðstæður leyfa. Ertu þá að horfa til í næstu 3, 4, 5 ára hvað þetta varðar að byggja nýtt hús? Það er alveg ómögulegt að segja. Fyrir 4-5 árum þá horfum við til þess líka til næstu 4-5 ára og þannig að þetta tekur bara breytingum meðan að Rússlandsmarkaður er lokaður og þá er þetta verra varðandi eins og til dæmis með loðnu og loðnukvótinn hefur verið engin síðustu 2 ár þó hann sé núna aðeins. Þannig að það verður að horfa til þess að það séu hráefni og markaðirnir séu tryggir þegar við förum í þessa fjárfestingu. Sú staðreynd að kaupfélag Fáskrúðsfirðinga eigi rúmlega 80% í þessu fyrirtæki, það þýðir þá í raun og veru að eignarhaldið er hjá heimamönnum. Hvað þýðir það í raun og veru? Mínum dómi og okkar held ég hér að Fáskrúðsfirði þýðir það allt. Við bæjarfélagi eða fólki það ræður yfir þessu fyrirtæki, það ræður kvótunum sínum. Fólk er ekki óttast að, eins og ég segi stundum, að vakna á morgni dags með tilkynningum um það að það hafi verið selt frá þeim lífsviðurværir. Þannig að ég tel það að með þetta helst í eigu kaupfélags Fáskrúðsfirðinga og við pössum upp á það félag og þetta félag líka og þessi félag sem tilheyra Loðnuvinnslunni, að þá er framtíðin björt hérna. Loðnuvinnslan, hún styrkir með ansi myndarlegum hætti, getum við sagt, samfélagið, heilsugæslustöðina, skólan, Rauða krossinn, fótboltaliðið og svo framvegis. Gerið þetta kerfislega og hver er ávinningur fyrirtækisins að veita fjármunum í nær samfélagið? Það er náttúrulega bara
forréttindi að geta látið gott af sér leiða og þegar vel gengur og svo hefur verið núna lengi hjá okkur þá náttúrulega alltaf fjármunir til staðar og við höfum alltaf passað það að láta hluta af okkar hagnaði ganga inn í samfélagið. Og það bara styrkur samfélagsins að styðja við allt slíkt. Þetta mikið sjálfboðastarf eða starf sem stendur kannski höllum fæti með að verða sér út fé. Og ég held að samfélagið sem slíkt verður bara sterkar og betra ef við getum staðið öll saman og látið peningað þar leiðandi ganga í það að byggja upp. En hvað hagnast loðnuvinnslan til dæmis á því að styrkja heilsugæslustöðina? Augljóslega. Þá náttúrulega heilbrigðisþjónusta alveg grunnþjónusta og geta staðið á bak við hana til dæmis og byggt upp þar bara alveg frábært og okkar fólk þarf sína þjónustu, alveg eins og annað. Þannig að þið eru með þessu að ég tryggja þá bara alla innviðina sem að fyrirtæki á borð við loðnuvinnsluna þarf að hafa til staðar til þess að vera rekstrarhæft? Já, þetta bara eiginlega hlutverk okkar, sérstaklega þá af því að það nú stærsti eigandi eins og nefndir áðan Kaupfélag Fáskrúðsfirðinga og það eitt af náttúrulega hlutverkum kaupfélagsins að standa fyrir uppbyggingu í nærsamfélaginu. En það hlýtur að vera töluverð kúnst þá í ekki stærra plássi heldur en Fáskrúðsfjörður að vera þetta öflugt og stórt fyrirtæki nánast að ráða öllu. Já, það fylgir því ábyrgð náttúrulega að vera aðalatvinnurekandi á svæðinu. Það eru sterk fyrirtæki líka hér í nærsamfélaginu í kringum okkur í Fjarðabyggð, þannig að fólk hefur líka möguleika á annarri vinnu þannig, en það fylgir því ábyrgð að stýra svona stóru fyrirtæki í samfélaginu, já. Þegar þú horfir yfir sviðið í sjávarútvegi almennt, hvar blikka gulu ljósin, hverjar eru ógnirnar sem að þú sérð í fljótu bragði? Ógnirnar eru náttúrulega alltaf í náttúrunni, breytingar á kvóta og breytingar á fiskgengd og slíkum og við náttúrulega höfum áþreifanlega orðið við það hér á Íslandi, sérstaklega með loðnuna síðustu 2 árin á undan þessu hér, þegar núna aðeins að lifna yfir. Og svo náttúrulega alltaf þessi óvísa líka í pólitíkinni með ákvörðunartöku kvóta eða slíkt. Það náttúrulega þarf að tryggja það að menn hafi framtíðina, menn hafi rekstrarhæfi og geti þá planað sig eins og sagt á slæmri íslensku til framtíðar að byggja upp og gert áætlanir. Þá þurfum við að hafa kvótan tryggan til að við getum nokkurn veginn séð hvernig framtíðin Þannig að þú ert að kalla eftir að pólitíkin og hún seti skýrar reglur til framtíðar hvað þetta allt saman varðar? Það alveg mjög mikilvægt að slíkt sé, svo við sjáum alveg nákvæmlega hvað við erum að gera því að það gríðarlega dýrt að fjárfesta náttúrulega. Þetta eru dýra fjárfestingar sem að fara í hvert skipti, bæði í tækjum, búnaði, húsakosti og skipum og öðru, þannig að það mjög nauðsynlegt að við sjáum aðeins til framtíðar. En þegar þú horfir á staðsetninguna Fáskrúðsfjörð, hvernig Fáskrúðsfjörður bara staðsettur ýmissa hluta vegna til þess að reka slíkt fyrirtæki? Fáskrúðsfjörður mjög vel staðsettur. Það stutt á miðin náttúrulega, bæði eru það uppsjávarmiðin og einnig náttúrulega bolfiskur sem stutt að fara. Við erum með mjög góðar hafnir til útflutnings líka, bæði hjá okkur og í Fjarðabyggð og einnig gegnum Norrænu og Seyðisfirði, þannig að við erum að selja ferskan fisk náttúrulega mjög hratt inn á Evrópumarkað til dæmis. Þannig að landfræðilega þá fyrirtækið á góðum stað? Já, ég tel það sé mjög góðum stað. Og aftur á fund framkvæmdastjórans sem segir að loðnuvertíðin skipti fyrirtækið miklu máli. Reyndar skipti vertíðin miklu máli fyrir atvinnulífið, fyrir austan, svo og landið allt. Þetta uppgripa vinna fyrir alla. Þetta þannig fyrir sjómenn, fyrir landverkafólk og fyrir fyrirtækið að sjálfsögðu. Þú talar þarna afleiddu störfin, ef þú bara tekur þá störfin sem að þetta fyrirtæki að skapa eða búa til afleiddu störfin á heilsársgrundvelli, þau eru væntanlega nokkuð mörg. Já. Það alls konar þjónusta, viðgerðarþjónusta og menn eru, alltaf í viðhaldi. Skipin eru tekin í slipp annað hvert ár og þar fer fram mikil endurnýjun og svo framvegis. Þannig það mörg störf í kringum þetta. Ef við horfum, Friðrik, bara nokkur ár fram í tíman, það kannski erfitt að sjá mjög langt fram í tíman í sjávarútvegi. Hvernig sér þú fyrir þér rekstur loðnuvinnslunnar breytast á næstu örfáu árum, skulum við segja? Það bara auðvitað að halda áfram að tæknivæðast þó við höfum tekið stór skref í því undanfarin ár.
Síðan auðvitað að bara að auka hagræðingu með tækniframförum og auðvitað að reyna að stækka með auknum aflaheimildum og gera það á öruggan hátt með fjárhagslegum styrkleika og svo framvegis. Loðnuvinnslan á bjarta framtíð að mínu viti. Við höfum eitt sem við höfum ekki komið með fram hérna, það er mikill mannauður í svona fyrirtæki. Það margt starfsfólk sem búið að vinna lengi hjá okkur og hefur öðlast mikla þekkingu og fyrirtæki öðlast mikla þekkingu gegnum það fólk. Það þannig svona í raun og veru þegar upp staðið að það mannauðurinn sem á bakvið fyrirtækið sem verðmætastur? Hann mjög verðmætur, já. Hann mjög verðmætur. Mér heyrist þú vera svona þokkalega bjartsýnn. Já, við verðum að vera það og við höfum enga ástæðu til annars. Eins og kom fram, við erum fjárhagslega sterkt félag, við erum með mikinn mannauð, við höfum verið að auka aflaheimildir eða veiðiheimildir og það ekkert hægt að segja að við eigum að geta verið bjartsýn á framhaldið.